Nú það verða augljóslega margir frambærilegar einstaklingar í frambúði til borgarstjórnarkosninga í Reykjavík í vor. Það komið í ljós Hildur Björnsdóttir, Pétur Marteinsson, Björg Magnúsdóttir, Einar Þorsteinsson, Alexandra Brím, Sanna Magdalena. Allt eru þetta frambærilegar einstaklingar sem að hafa bara mikið fram að færa í að verða borgarfulltrúar. En í ljósið þess hvernig línur eru nú að skýrast, það er við hæfi að borgarbúar velti fyrir sér einni spurningu. En hún ef þetta væri ekki kosningar, ef þetta væri sem sagt fagleg ráðning í starf borgarstjóra, þá getur maður spurt sig hver væri þá ráðinn. Og ég held að svarið við því er ekki flókið. Það væri klálega alltaf Ari Edwald. Ari Edwald leiði lista Miðflokksins í Reykjavík og það er komin frá maður með mikla reynslu úr atvinnurekstri og mikla lífsreynslu. Hann er í raun og veru við hliðin á hinum oddvitunum, þá er Ari Edwald svona fullorðni maðurinn í herberginu og maðurinn sem að hinir geta leita til eftir ráðleggingum og aðstóð. Því að Ari er hókin af reynslu og hann náttúrulega var hér forstjóri 365 miðla þegar það fyrirtæki var sem stærst. Ég held að það hafi verið með eina 600 starfsmenn á þeim tíma. Hann var líka forstjóri mjólkursamsölunar og svo hefur hann reynslu úr pólitíkinni líka í gegnum að hafa verið aðstofamaður ráðherra þegar hann var ungur. Þannig hafa bara verið tvítugur eða eitthvað þegar hann var aðstofamaður Þorsteins Pálssonar, dómsmálaráðherra. Og svo var hann framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Hann er komið maður held ég sem að geti verið lausnin á mörgum vanda Reykjavíkurborgar. Það er rekstrarvandi fyrst og fremst, þar sem að allt er einhvern veginn keyrt á skuldum og halla. Það er það sem að þarf fyrst og fremst að taka til í Reykjavíkurborg. Það er að skera í burtu fitu og mikið rugl sem að er verið að spandera peningum í. Þannig að Ari Edwald kemur einhvern veginn, maður var búin að vera að velta fyrir sér, hvað ætlaði Miðflokkurinn að gera? Þetta var og maður var svona með nettar áhyggjur hvort að Miðflokkurinn myndi klúðra þessu tækifæri og næði ekki að tefla fram öflugum oddvita og öflugum lista. En þegar að þessi frétt barst þarna núna í vikunni á mánudagsmorgun þá leið mér einhvern veginn eins og allt væri að smella. Það er að segja auðvitað vill maður að Miðflokknum gangi vel. Hann er búin að vera að tala mikill í skynsemi bæði landsmálunum og hann hefur verið að mælast vel í borgarstjórnarmælingum þráttur að vera ekki með neina fulltrúa á lista þá. En núna er Ari Edwald sem sagt kominn og ég held að hann sé hreinlega langhæfastur til þess að verða borgarstjóri að þessum oddvitum. Miðflokkurinn hefur verið að mælast með 10% fylgi. Hildur Björnsdóttir hefur hingað til þótt líklegust til að vera borgarstjóri núna undanförnum vikum og mánuðum með alveg mælingar, hvernig Sjálfstæðisflokkurinn er að mælast langt stærstur. En það gæti breyst hratt held ég núna þegar Ari Edwald er komin í brúna hjá Miðflokki. Já, ég er miklar áhyggjur af einu samt Hverju hefur þú áhyggjur af? Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn, eitthvað, co-op Já. Vist Sjálfstæðisflokkur þess líklegur Já, það er auðvitað það væri svo stúpid Já, en það eru einhverjir að benda á að líklega niðurstaða verði Sjálfstæðisflokkur og Samfylking. Það er hræðilegt. Og það er ekki gott, því að það er bara nákvæmlega sama að gerast og búið að gerast núna trekk í trekk undanfarnar kosningar að þegar Samfylkingin er að tapa fylgi og henni er hafnað á kjósendum og þá er einhverju flokkar sem að bjarga Samfylkingunni og meirihlutin er framlengdur. Já, Miðflokkurinn verður eiginlega ná 20%. Já, það er samt ólíklegt held ég að Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur geti náð 50% fylgi sameiginlega en það væri guðskjöf. Að taka atkvæða hvort öðrum. Já, einmitt. Þannig að það er nú líklegt að eini möguleiki Miðflokksins að vera í stjórn verði með Viðreisn og Sjálfstæðisflokki. En þá gæti kannski staðan orðið þannig að Miðflokkur verði í svona kjörstöðu þannig að hann gæti farið fram á borgarstjórastólinn jafnvel. Ég held bara að þetta lið myndi freka að taka 2-3 aðra flokka með sér bara til að ná þessu bara svo að þú veist. Algjörlega, það er en ef Sjálfstæðisflokkurinn fær mest fylgi allra, þá fær hann að ráða ferðinni við myndun meirihluta fyrst og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé aldrei að fara að leita fyrst til Samfylkingar og einhverja annara til þess að mynda þessa stjórn. Ég vona ekki. Nei.
En við skulum sjá, þetta allavega þetta lofa góðu. Ari Edvald náttúrulega búin að eins og ég segi, reyna margt í lífinu, ekki síst sko, það eru margir sem vilja tala að hann hefði lent þarna í fjölmiðlastormi þegar Vítalía Lazareva steig fram með ásakanir sem að síðar reyndust vera algjör fjárstæða og fjárkúun nánar tiltekið. Og ég held að það sé nú ekkert sérstaklega gott fyrir Vítalíu að það sé verið að rifja upp þessi mál því að auðvitað fjölluðu fjölmiðlar aldrei nægilega vel það þegar að niðurstaðan var ljós að þarna var að ræða glæpakvendi sem var að stunda fjárkúun. Fólk heldur ekkert eitthvað þegar það að ég teki eftir að fólk eitthvað svona, já svo hann hefur ekkert verið fjölmiðlum út af það, já nema þetta eina sem gerist þannig, já, þegar eitthvað var að reyna fjárkúan og eyðilagði ferilnans og setti lífans og hold og... Mér finnst nefnilega alveg að það mætti fara að tala meira þetta. Já, en fólk talar ekki það þannig. Það ennþá bara, hann var í pottunum að vera perri. Já, það svolítið þannig og ég held að Ari myndi bara fagna því ef þessi umræða tekin upp því að sko þegar að niðurstaðan lá fyrir og saksóknari það var ekki ákveðið ákæra málinu að vísa frá, þá var alveg ljóst hvers vegna þetta var ekki ákært, það var vegna þess að kom í ljós að ásakanirnar voru algjörlega innstæðulausar eins og maður segir og meir en það var sem sagt hreinlega fjárkúun í gangi sem að hefði átt að fá miklu meiri athygli og allt þetta sem mannstu kom var að gera hérna í Livju þegar hún fór þar inn á Livjagáttina að fletta mönnum upp og það fekk enga athygli fjölmiðla reyndu bara að forðast þetta í lengstu lög en þetta var viðbjóðslegt mál sem var rekið þarna af ákveðnum fjölmiðlum aðalega heimildin við nefnum engin nöfn sko en og það er ég held að sú reynsla sem að Ari lenti í það var ekkert grín að sitja undir þessu rugli og þurfa að víkja úr sæti sínu sem forstjóri í seg skýr þá og og allt þetta sem því fylgdi þetta er lífsreynsla sem að stjórnmálamaðurinn Ari býr að. Já, sko frekar en að fara einhverja leið að bara láta þetta eitthvað buga sig, að láta þetta galvinsari sig og koma bara, sterkari og ekki, hlust ekki á okkar bull. Akkurat. Ég held að það séu fáir stjórnmálamenn sem að búa yfir annar eins reynslu og það er oft sagt sko það sem að drepur þig ekki gerir þig sterkari sko. Já, ég held að hann sé þar sko. Já. En fjölmiðlar og sérstaklega svona vinstri sinnaðir lippar hafa alltaf verið að bara missa legvatni yfir þessu. Það eru fjölmargar fjölmörg skjáskot sem ég náði að tína til þetta er þetta er náttúrulega bara svona létt svona frá Sigurinn Emil sinni svona sé að fara því frambóti fórseta. Við getum skrollað yfir myndindar svarum hver fyrir hérna er verið í að því að þetta sé allt sjálfstæðisfólk sem að en þetta er þetta fólk með alls konar tengingar í fortíðinni við sjálfstæðisflokkin en mismiklar það er svona í sjálfu sér sko tekur það aðeins niður sko svo staðreind að það séu svona margir oddvitar sem að hafa tengingu við sjálfstæðisflokkin fólk að velta því fyrir sér hvort að sjálfstæðisflokkurinn sé með útsmognum hætti að reyna að tróða sér inn allstaðar. Lága höndin búin að smegja sér allstaðar inn bara. Já. En það auðvitað þannig að fórista sjálfstæðisflokksins vildi óska þess að allt þetta fólk væri áfram í sjálfstæðisflokknum. Þetta er allt fólk sem hefur ákveðið yfirgefa sjálfstæðisflokkin vegna af mismunandi ástæðum og ég held að það sé það sé ekki hægt að klaga fólk fyrir það að skipta skoðun eða og sérstaklega í dag árið 2026 þá er það bara ekki þannig að stjórnmálaflokkur á einhverja mannesku bara út yfir gröf og dauða sko. Nei. Fólki er algjörlega frjálst að skiptum bæði skoðanir og flokka eins og því listir. Já. En sjáum aðeins fleiri skjáskot, það er handritið hans Ara var skatt,
þarna sem sagt verið að tala að hann væri að segja mikið að sama í tilkynningum þegar hann var að veitti nokkur viðtöl en sama dag, þetta er náttúrulega það bara fullkomlega eðlilegt, þú kemur með ákveðna svona stefnu og ert með ákveðin svör random business kall og jeppa sem rúlar inn á golfvellinum, það er mikið talaði með þetta því að hann hafi sem sagt verið búsettur í Portugal síðastlið ár, þá sé þetta nú komið að spánst fyrir sjónir, það miðflokkurinn að tala að það eigi að svona reyna að stoppa í götin hvað ströym innflytjenda varðar, að þá sé það og svo miðflokkurinn bara með innflytjenda frá Portugal frekar ódýrt sko og Hrafn segir útspil miðflokksins vekja kátínu fyrir mér en samfæringu þeir voru sérstaklega Heimildin og Mannlíf og DFF alveg, maður svo næsta þarna erum við að tala 5 sjálfstæðismenn í frambúði þetta vekur greinilega mikinn óhug hjá vinstrimönnum og stuðningsfólki samfylkingar og svona að Ari Edvards er komin hérna í þessa stöðu eins og fólk hefur fundið þá er miðflokkurinn á miklu skriði og ég held að tilkynningin Ara Edvards sem oddvitaði miðflokksins sé ekki að fara að draga neitt úr því. En svona líka á pælir í, hvað er Reykjavíkurborg fyrst og fremst? Það er business, það er fyrirtæki, skilur við. Það er með fullt af fólki störfum, það er með fullt af þjónustum sem er að selja fólki, skilur við, eða þú veist, veita fólki. Það þarf ykkur sem er ekki bara með eitthvað svona gæluverkefni, skilur við, Algjörlega. Og það er bara, þetta er að gera, leikskólumálið þurfa að koma á hreint, gatnamótmálið þurfa að koma á hreint, skilur við, þurfum að gera þetta hænýtt og hagkvæmt og... Það er kaldan rekstramann sem að kann að snúa við skipi sem er rekið í halla og skuld og það er akkurat það sem Reykjavíkurborg þar núna. Það er að taka til hana, bara alveg sveitt sko. Já, svo frábært hvernig hann er með þetta borgarlínu konsept alveg á lás sko, hann sér það sem bara fíaskó í uppsiglingu, lestarslys í slow motion eins og sagt er og eins og við fórum yfir síðast að þetta hvernig Suðurlandsbrautin á að líta út sem er bara skelfing og Ari bendir réttilega á sem ég hefði nú ekki veitt athygli sérstaklega að þessar einbreiðu akreinar í sikkur áttina það eru sko með einhverjum 40 cm háum kanti sikkur megin þannig að bílar sem að kannski eða springur dekk á bíl eða verður bilaður eða eitthvað gerist að þá er bílinn bara fastur þarna og það bara stípla og það er ekki hægt að koma sko og sjúkrabílar og aksturs, forgangsakstur neyðarbifreiða, sko, þetta er alger hörmung að hugsa út í þetta. Svo er það líka örugglega ekkert að pæla í, þú veist, hvert er alltaf diverta umferðin sem er hana vanalega, þú veist, það verður ekkert lagað einhvers staðar annars staðar til að taka mótinni eða... Þau gera ráð fyrir því, skipuleggjendur borgarlínunar, að umferðum Suðurlandsbraut sko sé að fara að minnka 30%, bara hvernig í ósköpunum... Bara við þegar þau gerir þetta? Nei, bara einhvern veginn að það sé verið bara þróunin í Reykjavík, sem er algjörlega galin hugmynd. En svo líka hver er bara svona, herðu, ok, ég sé að þeir séu búin að taka Suðurlandsbrautin en gegn. Nú ætlum ég að selja bílinn minn og taka strætó. Já, það er enginn sem hugsaður þetta, sko. Það ertu viss, það er ekki fjölmargir sem að segja að bíða eftir að Suðurlandsbrautin þannig að geti selt bílinn. En þetta er alveg, maður er bara svona Guð blessi af því að maður er búin að fylgjast með þessu og hugsa bara, heyrðu, það ætlar enginn að snúa þessu við. Það ætlar enginn að taka í bremsuna og eins og Ari benti réttilega og hann sagði, ég veit að það er of seint að fara að ráðum Sigmundar Davíðs varðar Landspítalann á Hringbraut. Hann tala alltaf að það væri brjálæði að byggja við Landspítalann þar eins og hefur verið gert. Það er of seint, það er búið að byggja það ferlíki þar og við höfum eftir að sjá kostnaðina því og býða þess sennilega aldrei bætur. En það er hægt að snúa við þessari hörmung sem að borgarlínu framkvæmdin er. Algjörlega. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á að það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu inn á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.